Þetta er verkefni 24 í D-hlutanum, komin á blaðsíðu D11 lið 14. Farið í kafla 5, orkuþörfin er breytileg, ég er stödd hér og ég ætla að velja bakgrunn á töfluna og ég ætla að breyta bili fyrir ofan og neðan textan. Þá er best að smetla hér og fara í Table Design og örina niður hér og þið veljið eitthvað bakgrunn. Ég ætla að velja þennan hér og ég verð að vera með töfluna í blokk þegar ég ætla að velja bil fyrir ofan og neðan og það gerir ég í Home og Paragraf og ég vel hér 3 punkta fyrir ofan og 3 punkta fyrir neðan. Þá kemur þetta svona. Síðan ætla ég að sameina dálka í línu 1 og línu 8, einn í einu. Þannig að ég fer hér, blokka hérna. Þetta er endatáknið í línunni í töflunni hér. Þetta er svona svipað og bara entermerkin í efnisgreinunum. Og hér í layout haka ég við merge cells. Og ég ætla að miðja textan. Hérna, miðjan. Ég ætla að gera það sama við línu 8, set textan í blokk og merge cells. Ef ég er bara með eitt hólfvalið þá er merge cells ekki virkt. Ég ætla að miðja. Ég ætla að merkja töfluna fyrir hérna töflu yfirlit. Þá smelli ég hér og ég fyrir references, insert caption. Nú fæ ég mynd, þannig ég þarf að leita að tafla, ekki velja table og tafla er valin fyrir ofan og í numbering hef ég hakað við include chapter number og period. Ég segi OK. Nú er bilið hér fyrir ofan og neðan 3 punktara því við breyttum stílnum captions og ég skrifa textan. Kemur það hér og ég ætla að vista.